Hérna nú farmhand að verða búin og kannski aðeins að vídeoblogga hérna pínlítið fráganginn á honum. Það fyrsta sem ég langar til þess að sýna ykkur í dag hvernig ég tengi stýrin. Þetta svona nokkurn veginn eins og Steve sýnir. Það að segja á servóinu hérna svona kúlutengi, stærðarinnar kúlutengi, og svo var hann með bara klemmu hérna, en ég með annað kúlutengi hér, þannig að þetta svona leikur allt mjög vel fram og tilbaka, og ég með svona á flöpsunu líka. Nú ætla ég að kveikja á græjunum hérna. Hérna ég með sendin, kveikja á honum, og svo rofi hérna, og þá eru stýrin allavega virk. Sjá hvort ég get ekki gert eitthvað hérna, sjó. Hérna hallastýrið, og það alveg sæmilega góð hreyfing á þessu. Sjá. Þetta svona það bil sú hreyfing sem að Steve segir að eigi að vera. Síðan hér flöpsinn. Hann hreyfist alveg svakalega. Þetta eitthvað í kringum 45-50 gráður. Nú vængurinn orðinn uppréttur og hallastýrin hér. Aðallega hreyfing á þessu. Og síðan flaps þarna hérna. Þetta alveg sæmilegt. Hérna frágangurinn á þessu. Boltarnir hérna, svakalegi 5 mm boltar. Þeir þurfa að vera svona langir til þess að ná alla leið í gegn. Og svo setti ég svona krossvið hérna innan á þar sem að servosnúrurnar koma í gegn. Þetta í eitthvað að fælast þarna. Ég verð með upsilonsnúru á flöpsunum, og síðan servóin hérna sitt í hvort. Það væri svo sem hægt að hafa upsilonsnúru á því líka, en það er skemmtilega að hafa þetta svona. Þá get ég gert hluti með þetta, lyft báðum aileronum með eitthvað. Hérna skrokkurinn, svona nokkurn veginn tilbúinn, og það sem ég ætla að nefna í dag hjólastellið hérna. Úps, smá svona. Þetta átti ekki að vera þarna. Þetta hjólastell hefur fengið dálítið gagnrýni fyrir það að vera dálítið mjótt, og ég verð að viðurkenna að mér fannst að vera svona frekar í svagari kantinum eftir að ég setti mótorinn í. Fannst að gefa dálítið mikið eftir, þannig að það sem ég gerði var þetta. Ég bjó til svona festingar sem að ég skrúaði hérna bakvið, þar sem að öxulinn sauð hérna vír á þetta sem að gengur hérna upp og svo niður hinum einn, og svo annað svona minna sem að gengur hérðan hérna niður í vaff og upp aftur. Það sem ég geri síðan að festa þetta saman með teygju. Þannig að þegar eitthvað reynir á, þá togast í þessa teygju. Og núna þetta alveg eldstöðugt.
Við höfum prófað þetta á nokkrum treinurum og það hefur gefist vel, svo mér dætti í huga að prófa þetta þarna líka. Nú, mótorinn er komin í, eins og sést, og allt er það bil að verða svona tilbúið. Það ætti ekki að verða mjög langt þangað til ég get farið að prófa. Nú vantar bara að setja Bubba í cockpitið. Hérna er Bubba að prófa sig í cockpitinu. Ég ætti að búa til gólf sem hann situr á og líma hann almennilega niður. Og hins á ég eftir að setja rúður. Ég set bláa rúður hérna í götin. Þannig að þetta verður svakalega flott. Svo bið ég bara að heilsa. Og Bubba biður að heilsa.